Herðu, við setjum hérna bræðurnir pólitíkin eftir okkar nefi, sagt í kynningu, ég veit ekki hvernig það Herðu, nú þetta veður úti. Já, þetta alveg ævintýralegt. Fólk skiptir skapi, ég svo glaðir og bjartsýnir. Já, ég var 2 vetur á Spáni og það var gott veður þegar ég fór út með hundinn í morgun, mjög lettklæddur. Það kom út og finna bara 8 morgun. Heitan andvara. Það var algjör logn, sko, og það var bara heitt. Þetta var svo sjaldan sem að finna þetta hérna. Ég var ekki skjólklæddur. Nei. Það hérna brandari í minni fjölskyldu, það var eitthvað sem sagði eitthvað að það væri svo gott að drekka límonaði í hitunum í sumar. Það bara lýsing sem passar á yngar hátt við Ísland, það allir svona hitandir í sumar. Reyndar það Já, hann bara kannski bara 2 dagar, sko. Já, en það nú oft svona heitara kannski Egilsstöðum og Héraði og svona kannski inn til landsins. Og Hallormsstað, það var eitthvað sko ævintýralegt í kæra fyrir þetta. En það er óvanalegt hérna fyrir sunnan sem yfirleitt heitast í suðvestanáttum og þá fylgir því oft úrkoma. En við erum hérna bjartast í norðanáttum, þess vegna eru veturnir góðir hér, en sumurinn ekkert sérstök. Fyrir norðan getur veturnir verið andstyggilegir, en sumurinn ágætt. Síðasta sumar var bara einn vonbrigði. Ég held að það hafi verið þá að ég hafi verið komin í júlí þegar fyrsta skipti kom 2 stafa hitatala í Reykjavík. Ég held að það verið fyrra, sko. Að ég verið með að spila golf, sko, þá er þetta svolítið, minnist það hvað við spiluðum lítið, sko, það var bara ekki. En þetta vor, ég var held ég að vera að ræðuna við rauðaborðið að maður verið að sjá brum og trjánum bara í apríl og ég held að, þú veist, birkið bara meira og minna sprungið út sem ég held að þetta gerist ekkert bara vanalega fyrir í júní, sko. Svona langt. Og eins og ég sagði náðan, ég svona lækur sem liggur á milli hverfa þarna sem ég bý og ég sá þar sem sagt andar mömmu með 8 litla unga. Bara, brá bara eins og þetta, bara falleg sjón. Það liggur við að segja að það fara að segja að það sé komið sumar það sé ekki vor. Já, er það ekki. Það er svona skilin, en svo náttúrulega en ég held að ég að vera svona veður bara fram á miðvikudaginn, ég fyrir lengur. Já. Svona meira minna, ekki kannski svona alveg heitt, en ég held að ég að vera sólskinn í Reykjavík næstu 3-4 daga. Já, það þarf til sko svona hálfskíð á miðvikudaginn sem við spá segja með hérna. Og svo byrjar einhver rigning á 50. föstudag og laugardag. En hitinn er aldrei undir 13 gráðum. En núna hefur veður áhrif á skaplyndi fólks. Já. Heldurðu að veðrið hafi áhrif á til dæmis störf þingsins og að það sé svona erfiðar að vera í einhverjum þrætum einhver leiðindi? Já, allir það ekki. Það sé svona óvinsælla. Á bíla svona misjant eftir fólki bara. En mér finnst þetta verið sko að vera að tala málþófið áðan. Bergþór Ólason er svona orðin svona ómunstraður sem fóringi stjórnarandstöðunar. Hann tekur þetta á dugnaðinum. Hans formaður er lítið í þinginu. Guðrún Hafsteinsdóttir, eftir því sem var sagt í ráðan, er mikið bara að ferðast út á landi. Já, daginn var svona málþóf og þá var Bergþór eitthvað spurður fjarveru formannsins. Og þá tilkynnti hann það, þingheimi og þjóðin allri, að Sigmundur væri að skrifa ræðu. Hann kannski bara enn að skrifa ræðuna. Veit ekki. Og hann sagði ekkert hvaða ræðu, hann var ekkert spurður það heldur. Hann var í þinginu daginn, mál sem hefðu kannski átt að ræða sem er lögreglustjórinn á Suðurnesjum. Já. Ég held að Sigmundur hafi farið í þingið. Bara farið í jakkan og mætt upp í ræðupúlt og farið að tala þetta sem svona pólitískar ofsóknir, gagnvart skoðanabróður sínum. Já, og svo var fyrirsögnin Suðurnesjamenn í sorgarferli. Já. Af því að hann var hættur sem lögreglustjóri. Já. Var það ekki bara innan lögreglunar eða? Það voru margir Grindvíkingar sem voru að gagnrýna hans. Farið hefur fyrir betra að segja þeir, sumir hverjir. Já, þess að kom mér þetta óvart sko, að það var svona bara almennur stuðningur við hann. Nei, ég veit ekki, þess stundum fannst þeim, hann gangi of langt í að loka Akureyrar. Og ég veit ekki hvað er í þessu, ég bara man eftir ég man ekki eftir þessari svona almennum stuðningi við hann, alls ekki sko. Og við heldum
getum ekkert sett okkur í spór þeirra sem vildu vera áfram í Grindavík og svona, en að sumir tók þetta mjög nærri sér og ósáttir við skipanir hans, Úlfars Davíðssonar. Og hann hefur, á Keflavíkurflugvelli hefur hann beitt sig fyrir því að fólk er bara vísað í burtu og það hafa verið færri hælisleitendur, meðal annars út af því hvernig hann tekur á móti fólki, bara hendur því í burtu aftur. Og líka hann setur fólk í svona gæsluvarð og varðhald og það hefur verið gagnrýni inn í kerfinu á hans vinnubrögð. Þannig að... Bara í fangaklefa? Já, þessi bara hann, og ég held að þetta komi fram í umræðu þessi alltaf margir í fangelsunum sem eru að teppa, að þeir sem hafa verið dæmdir komast ekki að það einhver leyti hvernig hann hefur staðið að verklagi, heitir þetta líklega, þarna á Keflavíkurflugvelli. Þannig að einhver leyti held ég að hann teppar fangelsun. Já, hann setur fólk, hann tekur mjög harkalega á móti þeir sem koma hingað og að sækja hæli. Setur hann bara í fangelsi og út aftur. Og það eru breytingar og þetta hefur aldrei fengist almenna rætt. Þetta hefur svona komið fram svona aðeins í fréttum og ég veit svona gagnrýni innan úr kerfinu að hann sé svona svolítið að spila sóló. Þannig að þegar það kemur svona tillaga inn í dómsmálaráðuneytinu að laga eitthvað til í embættinu gera það stærra, jafnvel flytja eitthvað verkefni þangað og þar leiðandi þurfi að auglýsa eftir því og þegar honum er tilkynnt það að auglýsa stöðun upp á nýtt og hann á einhver rétt á stöðunni, hann er búinn í okkur 5 ár og ég meina það eru margir sem að ríkisforstjórar og fleiri sem að þurfa að þola það að staðan er auglýst og þá sækja þau bara eins og aðrir. Oft er það reyndar að menn líta á þetta sem að ráðuneyti sé að tjá sig að þú færð það líklega ekki með því að það sé auglýst. Þannig hann ákveður að sækja ekki og fer og verður á launum ég menn ekki hvað lengi. 1 ár. Þannig að ráðuneyti hefur eitthvað kosið að nei, þetta er bara eitthvað svona eðlilegar kerfisbreytingar sem eru og ég held að sé ekki alveg rétt í það. Já, þeim? Nei, ég held að sé þarna að hann hefur verið mjög umdeildur, hvernig hann hefur svona staðið sig, bæði gagnvart Grindvíkingum og líka hvernig hann hefur ekki lögregluembættið á Keflavíkurflugvelli. En mér finnst það bara leiðilegt að svona umræða, þetta eru mikilvæg mál, það er mjög mikilvægt að svona almenningur allur sé svona þokkalega inn í þessu og viti hvað ræður gjörðum hins opinbera. Mér finnst það svona leiðilegt að ráðarann og ráðuneytið geti ekki svona rætt svona meira opinskátt þetta. Geta þau það ekki? Er einhver þagnarskylda? Nei, held ég ekki Ég held bara kjósi það að þau ákveðu það að breyta þessu og tilkynna honum. Stækka það. Fjölgaverkefnum. Og ég held þannig að þetta verður raunverulega ný vinna. Já, eins og þú þekkir, eins og allt þetta tala sameiningu stofnana sem verður oft til þegar ríkisstjórnir eru og kannski sérstaklega síðasta ríkisstjórn, vildi þetta sameina stofnanir. Oft var það beint gegn einhverjum ríkisforstjóra sem þau vildu losna við. Það bara sameinar stofnanirnar, þá þarf auðvitað starfið laust og þú fékkst það ekki. Og þannig þá geta þau stýrt í hverjir eru að stýra stjórnsýslunnar. Og þannig þetta bara og stundum kemst það til umræðu að þetta sé það sem að drífur áfram ákvarðanir en mér finnst við allt og oft gefa eftir og láta eins og yfirborðsskýringin sé svo rétt á eina rétta. Og mér finnst í þessum málum að því að þarna eru bæði eins og Grindavík og hælisleitendur og hvort að fólki sé snúi við á landamærunum og allt þetta tala opin landamæri og lokun landamæri og allt þetta sem er búin að vera bla 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 í umræðinni að það sem allt í lagi að þetta sé bara rætt Ég akkurat hef óttast ykkur umræði. Kannski verður það, kannski koma bara fyrirspurning þinginu sem verður að svara Við skulum nú sjá til með það. Já, kannski, meinar hversu mörgum var vísað frá á landamærunum áður en að hann kom til starfa og eftir hann kom til starfa. Já, það væri, kannski kemur Sigmundur svoleiðis fyrirspurnir. Kannski getur við senda fyrirspurn til ráðuneytisins. Kannski getur við fengið Björn Leví, hann er hættur. Nei, við bara samstöð getur sendt fyrirspurn. Til ráðuneytið? Já. Já, við skulum kannski móta það. Við skulum kannski skoða það, hvað við getum gert það. Já, fjölmiðlar með að gera meira af því bara. Þetta er eitt af það er svo erfitt að komast inn fyrir núna. Þegar við vorum með símanúmer allra ráðherra
Ég held að blaðafréttamenn núna sé ekki þannig. Við áttum bara alveg sama hverju fór ríkisstjórn, við áttum alltaf símanúmerinu. Já. Eða svona þeirra nánustu, ég held að hafi verið þá að þeir sem að voru í þessu töldu að sko blaðamenn væru að segja frá. Og þess vegna þyrftu þeir sem að væru við völd eða í einhverjum embættum að vera í einhverjum tengslu við blaðamenn, því að frásögn blaðamannan er sú sem að er svona ríkjandi í samfélaginu. Og þetta áttu við lögguna líka, að hún sagði frá glæpamálum og ýmsum málum í gegnum blaðamenn, og þá er ekki að tala að blaðamenn hafi verið bara opin braut. Þú varst að segja blaðamennu frá því og svo skoðaði blaðamaðurinn aðra hliðar og þannig var frásögnin. Núna er miklu meiri svona lína í því að löggan bara gefur sína línu og ráðuneytið bara gefur sína línu. Og svo bara lokað, sko. Svo bara lokað. Þannig getum ekki spurt hvers vegna og hvað. Nei. Og meiri segja þegar það eru blaðamannafundir, að þá það er ekki raunverulega blaðamannafundir, það er bara tilkynning. Og svo heyrðu við tökum bara stand-up viðtöl á eftir við sjónvarpsstöðvarnar og útvarpsstöðvarnar. Og það er allt annað, sko, heldur. Það er allt annað þegar blaðamennir eru í hóp að spurja viðkomandi, heldur en þegar það er bara einn og einn. Ég lærði það snemma, Smári, að ef ég taldi mig vera með góða spurningu á henni fundi, það spyr ég ekki. Já, það var að því að varst á DFF líka. Já, af því þá hefði ég verið síðastur að birta fréttina. Já, það var vandi við að vera á DFF og þú varst kannski á blaðamannafundi kl. 3 yfir daginn. Já. Og svo komu kvöldfréttir útvarpsstöðvanna og sjónvarpsstöðvanna og Morginn og öll flokksblöðin og svo kom DFF. Þetta lærðist. Já. En maður var líka, því að þá þurfti maður að læra, þá var maður líka fljótur að læra svona áhuga himna fjölmiðlana, hvar hann lá. Og þá gott maður bara valið sér bara eitthvað svona annað sjónarhorn sem að maður vissi að myndi halda yfir alla þessa fréttatíma, vegna þess að hinir fjölmiðlarnir voru bara með annars konar áhuga. Já, það er rétt, sko, en svona var það. Þetta var svona bara, þar voru við nánd við ráðarna og ekkert svona bara, ég tökum vitur eftir, heldur það bara fundur, málið rætt, sko. Og svo fannst maður þurfa aðra spurningu sem var nú alltaf, sko, að við viljum ekki láta hina heyra, að þá var það bara gert kannski bara í lyftunni niður eða eitthvað, sko. Já, en talandi lögreglustjórann á Keflavíkurflugvelli, hann til dæmis lokaði fyrir fjölmiðla svona þeir gátu ekki fylgst með því þegar verið að vísa fólk úr landi, beindi ljóskösturum þannig að þeir náðu ekki ljósmyndum. Þannig hann var mjög umdeildur maður, sko. Og þess vegna kom mér þessi fyrirsögn bara þjóðarsorg á Suðurnesjum á óvart, sko, því að það passa bara ekkert við fréttir sem hafa verið að þessum málum hingað til, sko. Nei, svo er það einn maður að skipta starf, sko. En rannsóknarspurningi var svo, mun því að við erum óvönn góðu veðri, mun gott veður hafa áhrif á pólitíkina að næstu dögum? Já, kannski, já. Ég var á fundi nýr Austurvelli í gær, mjög fjölmennu fundi til stuðnings Palestínu og svona gegn þjóðarmorðinu og með svolítið svona vinkil á þáttökuna í Eurovision. Það var rosalega margir, sko. Og svona veðrið hefur áhrif, sko. Já, auðvitað. Fólk er mikið svona margir að tala mikið og svona fólk svona. Það gjörbreytir okkur. Já. Ég hef svolítið sagt að það sem ég er að ganga með hundinn þá, og ég segi góðan dag, þá svona hund, ekki alltaf sem er svarað tilbaka. En núna er það, góðan daginn. Það er þannig. Já, herðu, og það var eftir að koma í ljós hvernig okkur gengur að hafa rauðaborðið í vikunni. Það er náttúrulega, við erum á grilltímanum, þar sem allir eru út að grilla. Já. Er þungt á morgun? Ég veit ekki. Það kemur bara í ljós. Já. En við hefum náttúrulega gert þetta, við vorum í síðastliðið sumar, þetta hafi ekki verið sérlega gott sumar, að þá breyttu við svolítið svona rauðaborðinu og höfðu svona annað form á því og ræddum svona önnur mál. Það er líka þannig að þeir sem eru að hlusta á okkur eru með hugan kannski annar staðar. En samt er það ekki þannig að við ætlum að fara að verða bara eins og bylgjan og tala bara grill og tjaldútulur. Þannig að pólitíkin heldur áfram. Stór máli er að störfum.
gríðarlega stór mál sem að fara þarna í gegn. Já, þannig að það bara nóg að taka þar. Eitt varðandi áhrif á veðrinu, ég heyrði einhvern segja að því að það var svona mikil umfram eftirspurn eins og sagt eftir hlutabréfum í Íslandsbanka. Það var eitt sem að sagði að kannski það verða bara veðrið, það var allir svo bjartsýnir og að Grey Almenningur keypti þarna alveg í stóru bílförmum hlutabréf. Almenningur, þetta er náttúrulega bara fólk sem hefur mikið umleikis, velstætt fólk sem var að kaupa þarna, það er ekki svona almenningur. En það er náttúrulega mátti fara alveg niður í 100 áskall eða ekki? Já, en það er ekki margir sem að ég held að sé það er spurt að þessu reglulega, áttu fyrir óvæntum útgjöldum og þá er miðað við 80 skatt sem að ég held að sé svona hugmyndum þurrkara. Þetta er svona bæði, ég held ég Hagstofan spyrja þessu og svo varða rannsóknarsetur BSRB og ASI hefur líka spurt svona. Og ég held að sé vel yfir 30% sem að geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Þannig að þú veist þá er allavega komið með það að það eru en núna ætlar Inga Sæland, félagsmálaráðherra, að láta lúsa leit að sé einhverju sem að svindla í til þess atvinnuleysispótakerfinu og örorkukerfinu. Þetta er nú nokkur ár síðan það var umræðu síðast þarna þegar að Vigdís Hauksdóttir var formaður fjárlaganefndar. En ráðherrann núna er byrjuð í þessu. Já, ég held að þetta væri alltaf í gangi, ég held að þetta sé verið svona hnappur hjá Tryggingastofnun. Bent á... Já, ábendingar. Það var einhvern tímann, ég veit ekki hvað, kannski ég er búið að taka niður aftur. En þetta er svolítið eiliða mál, þetta kemur alltaf upp í umræðinu í þinginu og það er nú fyrst og sjálfstæðismenn sem hafa rekið þetta áfram og verið alls konar svona kenningar stórfellt svindl og það á við út allan heim en við þekkjum eiginlega lengi dæmið þess Þú veist, það var stórt svindlmál í Danmörku. Það var starfsmaður Tryggingastofnunar sem var að svindla. Þannig að... En það var til þess að íslenskir öryrkjar og fleiri urðu fyrir því að rannsakaðir inn í drep vegna þess að Danmörkumál sem var startað þá og það var mikið ósættið það hjá þjóðinni að væri verið að þessu. Enda árangurinn enginn rannsókn sem fór fram. En núna er bara komið önnur svona rannsókn í gang. Já. Og þetta er náttúrulega, þú þekkir fólk sem er á bæði eftirlaunum og örorkulífeyri. En það er fylgst með öllu, þú veist, þú færð bakreikninga af því að þú fyrst arf og þannig að fólk verður að gefa aðgengi að bankabókunum sinni og það er líka að þú ert framfærslu sveitafélagana það er alveg það sem fólk þarf að gefa upp sín persónulegu mál er alveg ævintýralegt og svo er það líka alls konar svona hlutir að það er kannski uppkomið barn sem er í húsnæðisvanda og flytur inn þar sem að þú varst með íbúð hjá félagsbústöðum kannski öryrki 60 segjum það bara og þá allt í einu falla niður húsnæðisbæturnar þannig að fólki sem er þarna er með allra minnst umleikið lifir í svona bara eftirlitssamfélagi á meðan að geta stjórnvalda til þess að vera með skattrannsóknir á hinum allra auðugustu eða allra stærstu fyrirtækjunum er eiginlega engin þeir viktu það bara viljandi og samkynniseftirlitið getur ekki hefur enga máttur til að fara í frumkvæðisrannsóknir það var rannsókn sem ég las fyrir svona 12 árum ég held að hún var norsk það var grafin upp og þá var sagt að ég held að það hafi verið svona 2% hinna auðugustu að meðaltali svíkjaðu 30% af skatti og hlutfall þeirra af öllum skattsvikum var bara 97% af upphæðum Þannig ef að þú værir að búa til skattaeftirlit og svona eftirlit með svindli gagnvart hinu opinbera þá ættir að leggja alla áherslu á að fylgjast með allra stærstu fyrirtækjunum og allra auðugustu fólkinu. Þar er bara mestu líkurnar á því að það sé verið að svindla af því það er bara mestu möguleikarnir á að gera það og það er náttúrulega langstæðstu upphæðirnar. Þannig að oft þegar það er að ræða þetta þá sér fólk fyrir sér svona píparan sem er að svindla og tekur ekki nót
það þú veist, auðvitað er það eitthvað slatti, en bara langstæðsti hluti allra skattsvika meðal hinna auðugustu, en þar eftirlitið svo veikt að við getum ekki haft eftirlit með því. Og það litið svo á hjá Sjálfstæðisflokknum sem lagði alltaf áherslu á að halda fjármálaráðuneytinu meðal annars til þess að veikja skattaeftirlit, að það væri eiginlega ósanngjarnt, það væri eftirlitsiðnaður, að það væri hnýsni og fleira, en þeir sem eru á örorkubótum að þeir bara lifa við það að þeir hafa eiginlega ekkert persónu frelsi. Nei. Það get ekki neitt sko. Nei. Það er alltaf ykkur að kíkja inn í gluggann. Já, og mér finnst leiðilegt að heyra það ef Inga Sæland að taka þátt í því. Herðu, en það gott veður og við biðjumst bara afsökunar á því að hafa veitt fólk inn í stúdíu til að tala landsins gagn og nauðsynjar. Það var nú líflegt samtal hjá okkur eða ekki? Jú, og þau stóðu sér bara vel finna. Og við þakkum hlustendum kærlega fyrir að hafa hlust og þeir sem voru að horfa líka, og við þökkum Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En mest þökkum við áskrifendunum sem að halda samstöðunni gangandi. Allt sem að þið sjáið hér og heyrið í boði áskrifenda. Fólk sem að veit að það komist að þeirri niðurstöðu að það sé mikilvægt að halda samstöðunni gangandi, að hérna farið fram umræða sem að skiptir máli í lýðræðislegu samfélagi. En hún ekki alltaf áfram nema að einhver hluti áhorfenda og áheyrenda leggi starfinu lið með því að gerast áskrifendur. Ef að þú ert sama sinnis og það fólk, að þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það knappur sem stendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 á mánuði, sem bara fjórðungur af því sem kostar að vera áskrifta á Morgunblaðinu. Þú mátt borga meira þú vilt, og því sem kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hugmyndin sú að þetta sé fjölmiðill sem í eigu áhorfenda og áheyrenda almennings í landinu. En við þökkum fyrir í dag og óskum ykkur bara góðrar helgar þar sem eftir aðvinni, en svo sjáumst við aftur hér annað kvöld klukkan 8, þá hefst umræðan við Rauða borðið.